Þetta er opnun á vefnum sænviki.org sem var núna í samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnardaufra. Nafni hennar mun örugglega halda á lofti að heyrnarlausum og koma á vegna þess að það var húsið hafi verið að gefa það sem við kennum á íslensku táknmáli og samt. En strax var ég búin, þá segjum við hvað við gerum sem er. Hann bara viðmátið lítið öðruvísi, það bara búið að aðlaga þetta svona meira þetta sé svona snerti hérna aðlaga að snertiskjál og þess að þetta til dæmis ef við kíkjum bara núna hérna nýjustu táknin sem hafa verið sett inn þá sjáum við það að menntun og menning eru hérna nýjustu táknin og þess að við skoðum menningu A og við erum búin að setja það líka og þá hérna annan dæmi notkun á menningu og svo séu bara yfir skrín í iPadinu, það er svo þetta að gera og síðan þetta sem allt saman linka hérna alltaf menning, heyrandi menning, ólíkur þannig að þá getur haldið áfram að fara að skoða táknið ólíkur til dæmis og þá sjáum við bara hvernig það lítur út og svona getur maður bara haldið áfram að læra og farið í gegnum þetta en það eru líka hérna eins og Vala var að segja hérna á krossíðinni og til dæmis hérna linkur fyrir krakka sérstaklega og þetta er allt við erum að hafa þetta þannig að krökkum eða öðrum notendur langir til að íta á það sem er á skjánum eins og hérna er hvað fyrir börn kíkjum hérna bara á stafrófið fyrir börn og þetta erum við að hafa það myndrænt og við vítum hérna á B og við erum komin hérna á B fyrir bíl og táknið B og bíl og við vítum á B hérna og þá fáum við þetta staðið B tilbaka og ítum á myndina af bílnum og þá erum við komin inn í bíl og hérna og eins þetta dæmi notkun bílinn minn er bilaður og við haldið áfram að drásta það. Síðan það sem við ætlum líka að gera er að vera með svona styttri örnámskeið sem að fólk getur bara tekið svona lítil námskeið í táknmáli eða hvað sem það er stað í símanum sínum eða iPadinu eða tölvunni og það hefur kallað örnámskeið. Þetta er bara hérna inn á fyrsta námskeið og þetta er hérna 1 mínútu inngangur sem að hérna reynum að hafa bara eins að mjög stuð sko og hann var ekki tengt hljóð í okkur en þetta er túlka líka
þannig síðan í áframhaldinu af því þegar þú ert búin með þetta þá átt að fara hérna og taka svona táknalista og það er til dæmis táknið hæ, einfalt að byrja á því. Þá sem sagt, þannig reður inn táknum í hverju námskeiði til viðbótar við þennan stutta bút en þú gerir það bara eins og þér hentar. Og hérna síðan að við vorum hérna í gær og í gamla kíkja á það líka. Við erum bara í leita, þetta er líka bara til venni orðabók, þannig að við erum leitað og þá erum við í þá kemur hún samt með allt sem byrjar á KA hérna. Þá fyrir við KAS, þá erum við komin í kassu og kastljós og við erum að velja hérna kastljós. Við tókum hérna táknum í gær hérna. Þá erum við komin hérna með táknum kastljós. Síðan höldum við áfram hérna í tengdu dæmi sem sagt. Og þetta er einn setna sem sagt ef örnámskeiðin, ekki auðvitað að sýna ykkur líka aðeins stöðugar hérna. Við förum hérna inn í persónubreytingar og þegar við klárum það síðan þá er svona litlar æfingar bara til þess að prófa hvað þú ert ekki búin að læra þetta saman. Þannig hvaða tákn er þetta? Getur þú segja mér það kannski?